Mér finnst ekki hallarslegt að ég sjá í heyrnartæki. Mér finnst það bara skynsamlegt að vera með heyrnartæki og funkar sko. Ég heiti Dagmar Viðarsdóttir, ég er 55 ára og ég er 55 ára og starfa sem mannauðsstjóri. Ég komst að ég var með heyrnarskerðingu ég fékk heyrnartæki fyrir svona 10 árum síðan en þá áður en á undan hafði alveg borið á því að ég var ekki að heyra nægilega vel sko. Af því að aðrir í umhverfinu sem voru með mér á heimili þeir voru heyrðu þetta ekki og annað því. En það eru svona 10 ár síðan að ég fékk heyrnartæki fyrst. Fólk sýnir því skilning að ég sé að glíma við heyrnarskerðingu. En það er kannski, í tilvikum þar sem maður kannski út að borða með hópi eða eitthvað slíkt þá þarf ég helst að sitja einhvers staðar þar sem ég er með fólk beggja megin við mig sko, til þess að vera ekki alveg úti í samræðum sko. En svo er það líka kannski gleymist það oft, ég er að glíma við það stundum að ég heyri ekki það er karlmenn með mjög djúpa rödd sem tala lágt, líka lágt rómur, það eru raddir sem ég á mjög erfitt með að heyra. Og ég þarf það bara að horfa á fólk mjög kannski ákveðið. En samstarfsfólk mitt náttúrulega veit alveg af þessu og er alveg tilbúið að endurtaka, en ég veit alveg að það er stundum alveg áskorun líka fyrir það að vera í kringum mig sko. En ég horfi svolítið á það að við erum bara með fjölbreytileika á vinnustað og það er svolítið, ég er hluti af því. Heyrnartæki eru fyrir mér bara lífsnauðsynleg. Þau eru, ég fékk heyrnartæki fyrir 10 árum síðan og áttaði mig þá bara á því þetta eru hljóðin sem ég er búin að vera að missa af sko. Og kannski samskiptalega bara skiptaðu gríðarlega miklu máli. Þetta er alltaf að þróast. Ég er til dæmis með tæki sem ég er með við sjónvarpi sem streymir bara beint í tæki mitt, þannig að allir í umhverfinu sem að sitja við hliðina á mér þurfa ekki að vera með allt í botni sko. Þannig að það eitt til dæmis hjálpa mér rosalega mikið. Ég á líka tæki sem ég get farið með á fundi og beðið fólk að vera með ef að ég er ekki að grípa allt sko, ef einhver þannig að það er líka skiptir mig máli. Finna til dæmis þegar ég fer í sund eða gufu sem ég er geggjað að gera, þá er ég náttúrulega ekki með heyrnartækin á mér og þá er maður bara svolítið úti sko. Þegar fólk ætlar að tala við því að vera kammó í gufunni og spjalla og eitthvað og situr þarna kannski 20 mínútur eða eitthvað, að þá getur maður ekki, þá er ég ekki að fara að segja, fyrir ekki, ég heyri ekkert gott að segja, get ég ekki bara fengið að vera í friði, eða skilur, maður gerir það ekki. En þau skipta öllu máli, en ég ger mér líka alveg grein fyrir því að það er ekki alveg allir sem að geta bara, af því að þetta kostar fullt, farið í að kaupa heyrnartæki. Svo get ég líka sagt það að það eru fullt af eldra fólki sem að finnst þetta eitthvað hallarslegt að vera með heyrnartæki. Hún er ekkert endilega áttað að ég væri með heyrnartæki sko. En það er fólk alveg sem að hefur séð mynda mér sem að segja já býtu, ok, ég held ég fari bara. Fyrst að hún er með heyrnartæki fyrir ég líka sko. Og veitir þá fólk bara allt önnur lífsgæði. Þetta er bara heila heilsan skiptir máli.